27. mars og það veisla handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum konir hér í stúdíóið, gömlu góðu strákarnir, eða kannski ekki strákarnir í dag, kallarnir, Auðun Blöndal, Pétur Jóhann Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson. Verið velkomnir, strákar. Já, þakka þér kærlega fyrir, gaman að vera hérna. Já, gaman að vera með ykkur, hvað segið þið? Ég til að byrja með segi bara helvíti gott. Nei, það ekki? Jú. Við byrjum á Pétri, þú ert fantafín. Ég helvíti góður. Skrítið fyrir þig að vera hérna á þriðjudegi? Nei, samt ekki. Nei. Ég er búin að lenda oft í þessu. Já, ok, þú ert öllu vanur. Ég er öllu vanur, maður. Þú ert orðin 40 eitthvað ára og þetta ekkert að skrítnasta sem þú er lent í á þinni lífsleið svo sem. Það allir dagar eins hjá mér, sko. Já, það svolítið þannig á honum. Já, ertu með nettan Groundhog Day, Pétur? Já, í rauninni, sko. Maður er ekkert að velta því fyrir sig hvort það mánudagur eða þriðjudagur eða miðvikudagur eða þú veist, þetta er allt bara, það er bara djam alla daga, maður. Þetta er bara eitt partí hér. En ég sé það á þér, það er nú alveg, sést nú alveg utan á þér að þú ert þreyttur. Nei, það sést ekki neitt. Nei, lítur svílitt vel út þannig í brúna eða svona, hvað er þetta, græna buxur, köflótt skyrta. Hann er búinn að klæða sig upp, he's dressed for the occasion. Hann er hann að húsveppi, bara í einhverjari lopapeysu og... Já, það var enginn að tala um fatnað hérna. Nei. Ég var bara að tala um að ég með bauða undir augum og þreytulegur að sjá. Já. Það er náttúrulega bara eitulíð á neysluðinni, eða ekki? Jó, og það er náttúrulega bara þetta stanslösa partí. Það er bara tekur á að... Það tekur á að vera Pétur Jóhann. Það er bara partydýr. Þetta er rosalega. Já, hann er að skipuleggja. Svakalegu partí í gær, maður. Það varst í. Hver var með partí? Var það Björn Jörundur? Það var freyði vín og jarðaveru upp alla... Var það eitthvað svoleiðis? Alpera kellinga, maður. Hver var með partí í gær? Hver var með þetta partí? Það veit ég ekki. Nei, þú veist ekki lengur hvert þú ert að fara. Nei. Hver býður? Mæturðu bara það? Já, ég meina, ég mætti bara, sko. Þetta var bara við félagarnir. Og þú sást ekkert eftir því? Nei, við vorum með sundlöðapartí. Djöfullinn. Þú ert að lifa lífinu, Pétur. Þetta er lífið, maður. Það voru upp í Breiðholtslögu? Breiðholtslögu? Nei. Varst að djama með Gettu Betur-löguna? Varst að djama með Gettu Betur-löguna? Nei, já, hús hérna, Suður með sjó sem er með sundlögu og öllu, sko. Já, ok. Þú verður haldið eitthvað partí þar? Já, í rauninni, þetta er ekki hús sem ég á, sko, en svona við félagarnir heima. Já, ok. Við erum bara fyrir svona partí, sko. Gaman að því. Það verið félagið minn, hann Axel, sem held partí þannig. Það er ekki partístand á þér, Sveppi? Nei. En hvernig ertu? Ég er alveg láréttur. Nei, er það ekki? Jú. Láréttur? Við erum allir, það er svo... Alveg teflon húðaði maður. Það er svo gaman að vera með ykkur báða hérna beintur fram að sig. Það er eitthvað kósið við þetta. Ég veit ekki, það stefnir ykkur svakalega þáttinn í það. Já, þetta verður eitthvað vitleysan. Já, þetta verður páskasprell. Já, þetta er páskaþáttur FM 95 Blu og náttúrulega 2 harðir á morgun. Síðasti þáttur fyrir páska, en þetta er næst síðasti þáttur fyrir páska. Og kæru hlustendur, við erum með veislu handa ykkur. Það er ekkert flóknar en það. Við ætlum að gefa hérna 486 páskaegg. Eða ekki? Jó, til að byrja með. Eitthvað staðar á því bíl. Svo held ég sem er 13.000 bíómiða. 13.000 bíómiða. Já, sem verða gefnir. Og 90 plasma sjónvarp. 90 stykki plasma. Svo ætla Dominos að gefa gáma pítsum. Fílík veistla maður. Þetta er páskaþátturinn. Það er bara þannig. Nei, við ætlum að vera með skemmtilega dagskrárlið handa ykkur, kæru hlustendur. Við ætlum að fara í talaði við símtal og það verður í fyrsta sinn sem verðum 3 í því. Þá er sem sagt ringt eitthvað og það eru ykkur 2 aðrir á línunni í dag. Svo erum við með, ef við ekki að láta Sveppa prófa að grípa fram í fyrir í þeim dagskrárlið sem við erum í á miðvikudögum. Já, ég hef aldrei prófað það símtal. Já, við ætlum að henda Sveppnum í það. Ég er kannski góður í því. Já, og svo erum við líka með vonda atið á sínumsta, þannig að menn getur þurft að fara að pæla í því. Og svo var Sveppi eitthvað að tala um að fara í páskakaraokið 2013. Erum við þá allir 3 að syngja það? Já. Er það þannig? Allir að keppa? Hvað, vilt þú bara vera einn að keppa það? Nei, ég var spara að láta kannski ykkur 2 að keppa. Mig og Pétur? Já. Já, mér er alveg nákvæmlega sama við hvernig ég keppi. 2013. Nei, ég skal taka það. Já, hver er búinn að vinna oftast af ykkur? Ég Pétur er búinn að rúlla mér upp, sko. Nó, ok, það er þá ekki gaman ef að þið eru búinir að fá út í skori. En þegar ég og þú keftum, þá vann ég þig. Já, það var bara eitthvað pitti vót sem að þú fékkst, sko, bara því að, þú veist, ég vinnur svo sjaldan og... Nei, herru, ok, ég er til, við verðum 3. Einhvern veginn með allt verður nýri. Já, akkurat, þess að var helviti góður, hefur. Skilur þú þannig að... Veitu, þú mætir hérna, þú veist hvaða lag þú ætlar að gera. Ég? Má ekki velja lagið? Ef það má velja lagið sjálfur... Já, þá ertu búinn að ákveða. Já, þá er ekki bara búinn að ákveða það. Þá er ég bara búinn að ákveða hvað ég ætla að gera við vinningsféð. Hvað voðalega er upp á tippi maður? Hvað er í velun? F957 600 lítrar af kók.
sem ætlum að gefa hérna og þeim verður úðað yfir þig og börnin. Já, við ætlum að... Ég held að Hemmi Gunn væri búinn að drekka það. Við ætlum að fá hér Pitbull og Kristján Aguilera, en eins og heyrið, kæru hlustendur, þá veisla framöndan hér hjá okkur í dag. Ég var bara að bíða eftir þessu lagi. Er það ekki? Kristín. Skulega hækka. Við erum hér 3 í dag. Pétur Jóhann Sigfússon, Sverrir Þór Sverrisson og Öddur Blöndal. Það er rétt. 3 í dag til 6 í dag. Já, gömlu góðu strákarnir bara. En það er komið að því sem að flestir hlustendur hafa beðið eftir og sittið gjörsamlega límdir við útvarpstækin frá því klukkan 4. Það er slúðurpakki dagsins, Öddur Blöndal, slúðurkongur, þáttarins gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Pétur. Límdi við útvarpstækin frá því klukkan 4 og hún er 10 mínútur yfir. Já, búið að sitja bara fast í 10 mínútur, það er alveg hægt. Já, það er hægt. Það er ég. Ég veit allt Það er að fara að gera grín á því eitthvað? Alls ekki. Nei. Ég ætla að byrja að slúðra á Hugh Hefner. En hann var í viðtali nú á dögunum. Þessi, verðum við ekki að kalla hann töffara? En ekki eitt svalasti. Hann er allavega legend. Hver aftur? Hugh Hefner. Hann stofnaði Playboy sem tíma. Já, hann er töff. Já, hann er svalur. Hann viðurkenndi í þessu viðtali, ekki að það sé það sem gera hann svalan, að hann hefur sofið hjá yfir 1000 konum í gegnum tíðina. En sagði líka við blaðamanninn að hann hefur aldrei haldið framhjá. Okay. Á ævi sinni. Hann sést að hafa gift sig hérna, 3 eða 4 sinnum og hann hafi verið mjög aktífur þegar hann var ekki giftur. Já, sko, yfir 1000 konum. Já. Mér finnst það bara ekkert mikið með að hann sé 240 ára, sko. Nei, reyndar. Það er ágætis punktur. Hann er hrikar, veistu hvað hann er gaman? Hann er 90 ára eða ekki eitthvað. Hann er fæddur 26. 1926. Já, þú sér það. Hann er orðið 90. Hann er 80 og... Nei, hvað, 26, það er hann er 89 ára. Já, hann er að vera 90 ára á næstari. Já, menn eru í rauninni farnir að veltaði fyrir sig hvort það geti verið að hann sé bara skjaldbaka. Já, það er, ég meina, hann er valla mennskur. Hann er ekki manneskja. Nei. Er þetta skjaldbaka? Er þetta einhvers konar mannbaka? Það geti verið maður að Hugh Hefner sé bara blanda af mannesku og skjaldböku og sé mannbaka. Er þetta eitthvað sem heitir mannbaka? Nei, já, það er verið að kanna það hvort hann sé mannbaka. Það er möguleiki. Skjaldbaka í slopp. Skjaldbaka í slopp. Með pípu og stelpur með sér. Gellum í kringu sem maður. Þetta er bara... En það er samt alveg ótrúlegt. Þó hann sé orðin 89 ára og við verðum að gefa Hugh Hefner það. Þetta er ekki típa sem er búið að fara í eitthvað svona lítið held ég. Hann lítur bara vel út, kallinn. En hann er búin að svona eldast með, sko, dignity. Fattu ég, hann er ekki búin að láta eyðileggja á sér andliti eins og slæðislega rón og fleiri. Já, hann þarf þess ekki, sko. Nei, hann er... Hann baðar sig upp úr miðbunnu þvægi, sagði hann eitthvað. Já. Nú, já. Þú ert með þetta alltaf hennu. Já, ég er mikið búinn að lesa mér til hann Hugh Hefner. Já, og svo er það Lindsay Lohan, vinkona okkar, hún er hér í slúðrunum líka. Og þetta fannst mér svolítið merkilegt, þá að vera að dæma hana núna í 90 daga, bara, sko, rehab eða bara meðferð. Já. Það er alltaf að vera að dæma hana bara? Hún er í endalísu vesenni, sko, því miður. Er þetta að labba bara upp á manneski og dæma hana? Nei, þú átti ekki að dæma fólk. Það er samt búið að dæma hana. En hún allavega átti að fara í 90 daga meðferð. En náði að, sko, hún frestaði alltaf að fara í réttarhöldin af því að hún vissi að hún myndi fá dóm, hvort sem hún fær í fangelsi eða meðferð. Hún passaði að frestaði þar til að það er dæmt þannig að núna getur hún farið á Coachella hátíðina, sem er svona þjóðhátíð í Eyjum hjá þeim þarna út í Kaliforníu. Þannig hún passaði sig á því að hún þarf ekki að fara í meðferð fyrir eftir að hátíðin er búin. Og þessi hátíð er núna í maí. Þetta er svona eins og að þú myndi fara í meðferð bara 8. ágúst. Já, bara strax eftir þjóðhátíð. Strax eftir Vestlóma. Já, bara ég ætla að klára þjóðhátíð, svo er ég fann í meðferð. Hún er pínu að taka það. Þannig að hún er greinilega búin að ákvaða, hún ætlar að djamma á þessu Coachella hátíð, svo ætlar hún í meðferð. Já, það er kannski að vera snuð. Er það? Er þetta ekki, já, ég meina, þetta er taktík. Annars verður hún að naga sig í handabökinn, maður, ég mist alltaf að Coachella tröfnum maður. Þú fórst á Coachella í fyrra, ekki, Party Boy? Jú, getur þetta með það. Já, hvernig var? Læt mig ekki vanta á Coachella. Nei, er þetta gaman og sagt? Þetta er ógeðslega gaman. Þetta er mikið jammið, ekki? Jú, þetta er bara. Menn verður að hafa lifurina í lagi fyrir þetta partí. Ok. Þannig að þú verður með Lindsay Lohan núna í maí? Ég held ég sleppi þið núna. Nú, ok. Já. En næsta slúður? Næsta slúður, það er, býtu, hvað týndi ég slúðurinn mínu hérna? Nei, eru þið með eitthvað slúður að? Miðjum slúður pakka. Nei, ég týndi ekkert, þetta er bara sko, ef maður ekki komið leið á Kim Kardashian, vil ég eitthvað heyra af henni eða? Já, hvað var hún að gera nú? Æ, það er bara... Já, ég er ekki frá því, mér langar svolítið að heyra af henni. Hún er að fara að byrja með sitt eigið krem,
Þetta er svo ómerkilegt að ég nenni alltaf að segja frá þessu. En mér langar samt svolítið að ræða það. Já. Nú, á hverju? Af því að sko, þegar að fólk að byrja með sitt svona eigið krem eða eitthvað svona drast. Ylvatn og svona. Hvað gerir hún? Er hún bara úti í náttúrinni bara að draga, veist, hvernig býrðu til krem? Ég held að þú áttið nú alveg að því, Sverrir. Þú ert búin að vera í þessum bransa sjálfur. Að það er eitthvað fyrirtæki sem að ringir í hana og gefur þetta út á hennarnafni. Hún er eitthvað heldur og hún sé bara út í skógi að sleikja laufblöð og búið til eitthvað krem. Og það var einhver reyna að selja mér James Bond rakspíra. Og ég bara svona, hvað hérna... Ég keypt hann. Hvað er þetta? Ég er með svoleiðis. Pétur er með hann núna. Nei, það er ekkert að því. Það er bara svo skrítið. Daniel Craig er með þetta, maður. Nei, ég haf nú bara sagt við mig hvernig þegar ég keypti glas af þessu. Bara Daniel Craig er með svona. Ég keypti það. Ertu að segja mér að hann sé ekki með þetta? Jú, það getur vel verið. Ég er ekkert að draga það í. Nei, ég er bara að veltaði fyrir mig, sko. Þú sagði nú að það væri góð lykt að mér þetta fram með hann. Já, það er mjög góð lykt að þér. Ertu með James Bond að þér? Ok, vel gert. Ertu með Bond-rakspíri? En er þetta rakspíri sem að James Bond notar? Bara yfir höfuðu? Já, í myndunum. Í myndunum, já. Það er náttúrulega að skila sér á hvítatjaldi. Sjálfsögðu. Var Sean Connery með þetta? Nei, hann var ekki byrjað með þetta þá. Býttu, auðvitað, akkur þú ekki með mér í liði? Það er ekki. Ég get sagt ykkur það, drengir. Dagsatt eins og ég stend hérna. Eins og stendur hérna? Já, bara stundið þegar ég vakna á mótnana og finnst mér eins og ég sé Daniel Craig. Ég horfi í speil og ég bara býtu, er ég hann? Já, það er bara það út af jamminu þar. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og svo ætlum við að henda sveppa í dagskrárlið sem heitir Gripið fram í fyrir og það er líka tilraun á þessu sveppi. Sérðu það? Nei. Já, sveppa, við erum að fara í smá tilraun. Auglýsingar fyrst. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Ein köld. Ísköld á kantinum. Súkkulaðimjólk frá MS. Hefurðu prófað pizzuna Wilsons Special á Wilsons með skinku, pepperoni, nautahakki, baconi, sveppum, lauk, ananas og ekstra osti. Wilsons pizza, sími 581 1515. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þeir miða á miði.is. 10 GB á stærsta 3G neti landsins fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Styrjöldin er hafin. Evrópu frumsýning á Stöð 2. Ný þáttaröð af Game of Thrones hefst á mánudag. Tryggðu áskrift í síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Þú ert að hlusta á FM 95 blö, á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Með ykkur hér á FM957. Rétt, og það er komið að dagskrárlið sem að byrjaði í síðustu viku hjá okkur Pétri. Þetta er Hann er mjög góður. miðvikudags dagskrárliður og heitir Að grípa fram í. Það er rétt hjá þér, Sverrir. Já, það er því, ég ætla að byrja þér. Það sem ég elska við þig, þú ert á tánum. Ó, já, gæti minn, og komin í gír. Komin í gírinn, þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Þetta er ekki flókið. Við ringjum eitthvert og þú átt ekki að hleypa manneskuna að því að þú ert alltaf að grípa fram í fyrir henni. Já, ok. Áttar á því? Já. Já. Ég var að æfa mig, ég hef aldrei gert þetta. En ertu klár strákur? Já, það er nú allir gangur því. Og við ætlum að byrja á Sveppa Krull, hvert vilt þið ringi? Já, mér finnst alltaf notalegt að ringja eitthvað bókasafn. Bókasafn? Borgabókasafnið. Finnst þér það notalegt? Já. Ertu mikið að ringja á bókasafn? Nei, ég ringi mjög sjaldan á bókasafn. Það var notalegt heima þá ringir á bókasafn. Já. Bara bókasafn Reykjavíkur eða? Já. Ok. Og hvað, ég grípa fyrir allt. Já, bara grípa fram. Háskólinn Reykjavík, góðan dag. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég er aðtöða með nokkra bækur sem að mig vantar. Þetta eru sko bara, sko... Bókasafninu eða? Já.
Bókasafn, já, augnablik. Þetta er háskólinn í Reykjavík. Bókasafnunir. Já, góðan daginn, heyrðu, ég er að leita nokkrum bókum sem er vanta fyrir, já, sko, svona, bara svona skáldsögur, sko. Þetta eru aðlega skáldsögur, bara svona, einhverju svona reyfarar. Ertu með eitthvað svoleiðis? Ekki. Aðalega Jón Nesbø, sko. Jón Nesbø, hann er þessi sem við erum búin að vera að vinna svolítið með. Og svo kannski náttúrulega einhverju íslenski líka, sko. Já. Og þá náttúrulega Yrsa, hvað er hún búin að gefa út marga bækur? Hver? Yrsa Sigurðardóttir. Við erum búin að vera að gera ritgerð hana, sko. Og Arnald. En aðalega Jón Nesbø núna, sko. Það er Jón Nesbø er svona það sem við erum að vinna með, af því að það er búið að nota svolítið þessa íslensku höfunda, sko. Sko, Jón Nesbø gaf út Snjókallinn núna síðast. Já. En hann var með, sko, Við erum ekki með neinar bækur eftir, hann. Nú? Við erum með svo lítið af skáldsögum. Lítið af? Skáldsögum. Já, en þetta er náttúrulega, hvaða skáldsögur er þið með? Við erum aðalega að leita reyfurum, sko. Aðalega reyfurum. Einhverjum góð, en þeir eru ekki með neitt svoleiðis. Nei, ekki neitt svoleiðis. Er ekki með Laxness? Gamla danskar, jú, eftir hann kannski. Er þið með sjálfstætt fólk? Já, og hefur lesið, sko, er þið með margar bækur? Er bara ein sjálfstætt fólk eða er þið með margar? Þannig ég geti kannski fengið bekkinn til þess að koma eða krakkarnir sem eru með mér í þessum hóp og getur fengið sikkvara bókin, eitthvað svoleiðis. Ég er nefnilega búin að vera að leita af fleiri bókasöfnum og það er einhvern veginn ekki sama bókin mikið, sko. Eða, veist, það er ekki hægt að fá margar að sömu tegundum. Þið er ekki með svoleiðis? Nei, hérna. Ég er nefnilega búin að hringja mörg, ég hringdi nýri hérna, hvað segirðu? Í hvað, ertu að frumgrænanámi í hvað? Nei, ég er ekki nýri námi, sko. Nei? Nei. Þetta er Háskólinn í Reykjavík, Bókasafn Háskólans Reykjavík. Já, ég er sem sagt bara í svona, skólahóp, þar sem við erum að hittast og í svona lestrarhring. Já, við erum búin að vera að taka Laxness, tókum Laxness alveg í fyrra. En þá tókum við sjálfstætt fólk og náttúrulega Heimsljós. Hefur lesið Heimsljós, það er indi. En þið er ekki með neina reyfar, volið það skrítið? Þetta er aðalega fræðibækur. Þetta er háskóla. Eðlisfræði. Við erum í fræðigrein niður á Borgarbókasafni, niður í Kringlu og þar. Þar eru skáldsögur, sko. Við erum ekki með neitt svoleiðis hjá ykkur. Ég er nefnilega búin að leita víða, sko. Ég veit ekkert hvert ég á að fara, sko. Gætið þú bent mér á eitthvað, hvert gæti ég hringt, eða hvert gæti ég hringt? En ég hringdi, sko, upp í Breiðholt, upp í Gerðuberg. Þeir eru með margar reyfara þar, sko. Það er mikið. Já, en sko, það er náttúrulega ekkert miðað það sem að maður hefði nú haldið að þið væri með þannig í háskóla. Ég verði að skoða þetta eitthvað. Ég var búin að kíkja niður í bæ, sko, niður á Lækjagötu, þar er nú bókasafn. Þar sem er alltaf ljósmyndasýningin á 4. hæð. Já. Hefur þið skoðað hana? Já, ég hef komið okkar, já. Þar er opið lengur, sko, en hérna, ég er náttúrulega upp í Breiðholti. Hvar eru þið til húsa? Eru þið til húsa niður í bæ, eða? Háskólinn í Reykjavík, við erum hérna í... Já. En sem sagt... Mér vantar bara einhvern góðan reyfara, sko, þó það væri ekki nema ein bók. Það ég kannski aðtöfu þetta. Blessuverti, ég lít að finna út í þess einhvern veginn. Það er ekkert mál, ég get hringt eitthvað víða og að kanna það. Það er ekki, þú þekkir, ég er með fólk hérna í tíma akkurat nú. Það verður bara að láta þau vita því, sko. Það er blessu, þú þarf nú ekki að fara að missa sauri við þessu, sko. Ég redda mér alveg. Ég er búin að vera í þessum bókarhingi í mörg ár. Við köllum okkur bókaormana. Takk kærlega fyrir þetta, vinna mín, og við heyrum svona til fljóta. Já, takk. Ekki máli, maður. Bless. Það var hann á heimavillið þessi maður. Þessi var góður. Hann hefði aldrei gert neitt annað en að taka fram í mér. Þessi var alveg, hann hefði aldrei orðað það sem hún var að segja og það bara, já, ég er í svona bókahóp og þetta er bara svona maður sem á enga vini og bara tala á hann. Þetta var bara eins og að vera í þætti með Lóa Bergmann. Já, þetta var, tókallir við þurfum ekkert að taka neitt fleiri, ekki bara láta þetta döga. Jó, þetta var fín. Leifa svefnum. Það er með það í slúðrunni hér í gær að, já, bæði vinir hennar og ættingir hafa áhyggjur af partístandinu á henni þessa dagana. Þannig að eins og hún segir bara í laginu að nóg að sjá koma helgi, þá er hún dottin í gírinn. Herðu, það var í hana. Kallinn var að droppa einu þetta. Nú varst að prumpa? Já, skemmtilegt. Við spásökunum á því. Það er að gera að henda því í lofti, en það er áður við förum í sturla staðrindi sem ég hér á eftir og vondatið og talaði við símtal og fleira. Karaoke, það er alltaf að gerast í okkur strákar. Nó framdann þáttu að fara hérna í smá tilraun. Og það vil svo skemmtilega til að við erum með tilraunamannin Sverrir Þór Sverrisson með okkur hérna í stúdíónu. Bingo, bingo, halló 1.
Já, hann er hann er tilbúinn og þetta er reynda bara að rifja upp fyrir manni 70 mínútur og strákana. Það vantar, ákveður ekki hvíta gallanum? Ég er í honum. Ertu í honum innanundir? Fötunum. Já, og ég var með sturla staðrind í gær, þar sem að ég las upp að ef þú bítur í epli, lauk og kartöflu og heldur fyrir nefið, að þá bragðast allt eins. Það var sem sagt sturlu staðrind. Og beint fyrir framann sveppa er epli, það er laukur og það er kartafla. Bingo. Kartafla. Var maður að býta í þetta allt á saman tíma? Nei, hann á bara fyrst, hann á að halda fyrir nefið og býta í epli og kingjaði. Svo hann á að halda fyrir nefið, býta í lauk, kingjaði og svo kartafla. Hvernig líst þér á þetta, Sverris? Já, ég er spenntur. Ekki? Já. Og ég er miklu meira spenntur. Já, það er vel orðað. Og ætlar að byrja bara eplinu, eða ekki? Það er svona léttast. Ég hef líka, áður en að við förum út í þetta alveg. Ef við lætur tunguna á þér koma við sko morgunblað. Já. Og þú heldur fyrir nefi á þér. Já. Og lætur tunguna á þér koma við morgunblað. Já. Og svo ferðum við tunguna beint af morgunblaðinu og bara við raskat. Að þá finnur þau í rauninni engan bragðmun. Sko. Eða þú veist, það er sama bragð af morgunblaðinu og... Er það ekki að grína mér hérna? Raskati. Nei. Ég hef lesið... Það reyna að vera að finna minn kostnað hérna út á stutluðu staðrindum. Þetta er það, ef þú ert með lokuðugun og heldur fyrir nefið. Og ert með tunguna svona á bókanum. Og svo ferðum við tunguna í... Ok, við skulum fara hérna í þess að tilraun. Það er sama. Ertu tilbúinn, Sverrir? Við reynum það kannski síðan. Já, það fyrir ykkur annar í þá tilraun. Skiptir máli hvort það er fréttablaðið? Nei. Já, það má vera fréttablaði líka. Já, það má vera bara... Einhvers konar svona dagblað. Já, einhvers konar dagblað og einhvers konar raskat. Já. En ég er allavega hérna með kartöflur og epli og egg. Nei, og lauk. Og lauk, já. Ok. Við erum að sjá bara, við erum enga stund á þessu, við erum bara að tjekka hvort það sé eitthvað til í þessu. Ok, nú held ég vel fyrir nefi á mig. Ég sé það. Já. Og ég er alveg... Ég hef með pínu kaffibræð í munninum. Ok. Þú ætlar að byrja á eplinu? Já. Ok. Hann heldur hérna fyrir nefið. Fæs í bita eplinu. Finnur þú ekkert bragð? Eða hvernig? Já, þetta, svo verður allt eins. Nú er hann að fá sér epli. Þetta á að vera allt eins. Þetta er kannski ekki spennandi að ég sá þetta fyrir mér. Þetta er mjög spennandi. Ok. Þetta er gríðarlega spennandi. Ég er búinn að borða epli. Hvað er bara næst? Farðu bara í laukinn og segðu mér hvort þú finnir mun. Ég var spenntastu fyrir því. Af því að ég get ekki borðað lauk. Bara. Finnur þú mun? Þú heldur fyrir nefið. Er þetta bara alveg svo að borða epli? Nei. Er þetta ekki eins? Nei. Allt öru. Miklu verra að borða laukinn? Já, það er bara laukur. Er það? Nú er þetta að býta í kartöflu. Þetta var... En það er eins og epli? Ég verði eiginlega að prófa þetta líka. Það er eins og epli eða? Já. Ok, þannig að kartöfla og epli er eins og þú heldur fyrir nefið? Já, það er samt meira svona eplabragð af eplinu. Á bara að kingja þessu alltaf. Hvað ætlar þú að gera þetta líka, Pétur? Já. Ok. Vá, þetta... Þú tókstu epli? Nó. Og svo laukinn strax, eða? Nei, og kingdu eplinu. Kingdu, heldur fyrir nefið. Svo átt að borða lauk. Smakkaði svo laukinn. Verður hann á að vera eins og eplið? Já, hann var... Hann var alls ekki, það. Nei. Hvað segir Pési? Nei, laukur er allt eins. Það var laukur maður. Já, þá erum við búin að gera þessa stórkostlu tilraun hérna og þetta fór ekki eins og ég vildi, ég verði að viðurkenna. Já, en sko, ef þú fyrir að pæla í því, þá er þetta meikar þetta eitthvað sens. Laukur er svo afgerandi, sko. Já. Þetta þarf að vera bara þannig að þú ert ekki með neitt bragðskyn. En það fannst mér skrítið þegar ég las þessi sturluðu staðrendi í gær. Já. En við ætlum að fara ekki talandi um sturluðu staðrendir, þá er þær hér rétt handa við hotnið eða bara strax eftir auglýsingar. FM 957 kynir myndina I Give It A Year. 10-day anniversary. What is it? 2 Asian lesbians and a man who looks like a fat Jesus? Bráðskemmtileg ný gamanmynd frá framleiðendum Love Actually, Notting Hill og Bridget Jones Diary. Oh, that's doggy style. FM 957 býður á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 27. mars. To be fair, maybe when they're older. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miða. I'm not calling you a whore, but I also am. I Give It A Year. Frumsýnd 27. mars í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Fram koma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þeir miða á miði.is. Háskólagáttin er splunkunýtt aðfaranám við Háskólann á Bifröst sem heitir aðgangað háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is
Páska, páska, páska. Páska, páska, páska. Páska, páska, páska. Páskaðu við þig. Hei, hamborgarafabrikan. Opin alla páskana. Hei. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði samkölluðu hátíðarskapi á Stöð 2 páskana. Vertu með það besta páskana og tryggður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Hafðu það gott páskana. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Bauti og Sveppi í FM 95 Blu. Frábært lag, glænýtt lag hér á ferðinni hjá okkur hér í FM 95 Blu. Þetta Justin Bieber og will.i.am saman, búin að tengja saman hesta sína þarna þessi félagarnir. Og komin tími til, margir búin að velta fyrir sér. Hvenær ætla þessi menn að tengja saman hesta sína? Og það komið að því. Þetta lag, glænýtt hér. Menn leiða saman hesta sína. Og það heitir That Power lagið. Já, þegar við erum á FM, þá tölum við öðruvísi. Já. Hættur að tala? Já. Þetta var frábært lag hér á ferðinni og við stilt á FM 95 Blu. Eitt og annað framöndan, en við ætlum hins vegar að aðeins að venda okkur kvæði í kross og tala stjórnmál. Nei, við ætlum að fara í stjórnlaða staðarindir. Já, stjórnlaða staðarindir. Ég var að glemma þér fyrir gömum maður. Og er þið tilbúin í stjórnlaða staðarindir? Ég er tilbúin. Nei, ekki? Sveppi, þú er búin að koma vel fyrir hana. Ó, já. Af því ég er með skemmtilega staðarindir í dag. Það er reyndar einirna sem er komið áður held ég, en Má ég klára þetta? Það er bara að hafa það. Já, mátti ég þetta epli. En þá eins og ég sagði, kæru hlustendur, komið að stjórnlegum staðarindum og hér kemur fyrsta. Það er löglegt bæði fyrir karlmenn og konur að labba bera ofan í New York. Sturlu staðarind. Og það er ekki í öllum fylkjum í Bandaríkjunum því að sko kaninn, hann er mjög hræddur við nekt. Er þetta löglegt? Að labba bera ofan í New York? Já, bæði karlmenn og konur. Hafið ekki séð Naked Guy á Times Square, hann er alltaf bera ofan. En konur með þetta líka, bara rölt eða vil ekki fá úðist. Maður er ekki sér mikið að því sko. Ég hef aldrei séð bæribrjóst á konu á Times Square. Nei, það eru minni í því kannski. En það er mega. Já, það er gott að vita þessu. Já, það eru eitthvað stelpur á nóti sem er að hlusta, sem er að leiðin til New York. Rífðu þið úr maður, þú mátt það, verðt á tútónum minn. Til löglegt. Svo er það næsta. Þú brennir 200 kaloríum við það að horfa á hryllingsmynd sem er að svipa og að labba í hálftíma. Já. Þannig að, já. Það er líka gott að vita þetta. Já, það er að koma ykkur í form að gera henda bara eitthvað góður hryllingsmynd í dagi. Bara Shining maður. Já, ég er enda, ég fór að hugsa út í þetta. Ég er endar mjög, þegar kemur á svona hryllingsmyndum, þá er ég alveg svona nett græfa, sko. Já, en ekki þannig að maður brenni bara fullt af kaloríum. Maður er ekki hvað er hann að gera með hennar hníf? Ég er ekkert sveittur eftir myndina. Hver er uppáhalds, hryllingsmyndin þín, Sveppi? Myndin, já, Sveppi. Shining. Já, myndin sem ég var hrættastu við var með viðbjóðum þegar hún var að koma út úr sjónvarpinu hvað hétt það? Poltergeist. The Ring, já. Meiri djöfis viðbjóðurinn maður. Það er ekki. Talandu það, ég þarf að fara að horfa á eitthvað hryllingsmynduna. Ég tek gott fyrir eyrun, ég nenni ekki að bregða. Ómen. Já, ómen á viðbjóðu líka. En það eru næsta. Það eru sjálfsalar í Japan og Kína sem selja kakkalakka. Hei! Sturlegu staðarind. Sjálfsalar? Hvað var maður að gera með? Bara geta þetta, svo selgjandi. Er það? Eru þeir að gera það? Þeir eru að borða kakkalakka núti. Súkkulaði húðaður kakkalakki maður? Nei, þeir eru á lífi, sko. Sæll? Ógeðslegt maður. Já. Hvað þyrfti maður? Ástin mín, ég ætla að fá mér eitt kakkalakka, vildu þú eða? Já, ég fæ einn í þær. Þetta er viðbjóður, svona þetta er allavega öðru í sig. Þetta er bara öðru í sig menning. Þetta er bara störlu staðarind. Það er rétt þér. Svo er það næsta. Það er hægt að deyja á hlátri. Nei. Jú, það er bara störlu staðarind. Þú getur dáið á hlátri. Það hefur gerst. Já, það hefur maður dáið á hlátri. Þannig ekki verið að... En þá, hlýtur hann að vera eitthvað veiku fyrir? Nei, það stendur ekkert það. Okkur. Nei, það er bara grenjar og... Já, hann er bara kapnaður,
Hafið aldrei hlegið það mikið að eitthvað bara líður illa og viljið ekki að hlæja meira? Jú. Já, ímyndaður það sinnum 10, hann hefur lent í því. Wow. En ef ég mætti velja að dauða, þá væri ég til að deyja úr hlátri. Já, það ekki? Við fórum til Hauska. Leiðinu svona þannig við ykkur tveimur í Amsterdam. Já, svo það hér. Að sofa nakin eykur sjálfstraustið þitt. Að sofa nakin? Já, það eykur sjálfstraustið þitt að sofa nakin. Ok. Já, ég meina... Ertu ekki að kaupa þetta, Pétur? Þú sefur nakin? Nei, ég er á stöpuksum alltaf. Er það? Já, en þú, ykkur er þú? Já, þú bara vissi kallið minn. Já, ég veit það ekki, ég er að spyrja. Já, það er bara svo mikið að einstæðum konumann úti sem að bara höndla það ekki að vita hvernig ég sef. Og hvað er þetta ykkur búninga? Ég eins og ég segi, ég er bara því með fyrir mig að vita og eitthvað að komast að það. Er hún einhverjar að úti sem hafa nú komist að því? Já, það er, ég meina, segir hún mín á ennþá í vandræði með að koma inn í svefnherbyggi með mér. Sveppi, hverju segir þú í? Ég sé nakin? Nei, ég segi nærböksum. Ok, en allavega. Það er líka, ég meina, veist, ég á 3 börn, þau eru ofta að koma upp í. Já. Það er ekkert gaman að við hliðin á allsberum pappa sínum. Nei, það er ekki óþægilegt. Ég læt nú bara, ég er nú með býð í svo stóru húsi, sko, þau eru bara í svefnálmunni, sko. Já, ég meina, ef ég tala bara fyrir sjálfa mig, þá vona ég lendi aldrei aftur í því. Í hverju? Að skriða upp í til pappa alls. Nei. Ég held ég að vera 7 ára eða eitthvað. Og hérna, svo er það næsta, Kínverjar éta meir en 4 milljónir af köttum á ári. Wow. Það er sko, ok, maður þarf að fara að kíkja til Kína. Það er verið að selja kakkalakkaðar bara í sjálfsölum og þú getur fengið það bara milli mála, svo er það bara köttur í kvöldmat. Óðurlega kósið í þeim. Þetta, ég menna, við erum að éta andliti á kind. Já, við getum svona ekkert sagt. Ekki tannig, sko. En það er samt, ok, kind og köttur. Já, sko, kind. Kind er ekki húsdýr, sko. Það er ekki gæludýr alltaf að segja. Kind? Þetta eru mismunandi menninga heimar, sko. Ertu með kind gæludýr? Nei. Er einhver í því, eða? Ég hef borðað kaninu. Já, reyndar þú segir það. Já. En þú veist, já. Þetta er bara mismunandi eftir því. Já, ég er ekkert að dæma. Ég er bara að mér finnst það skriða. Ói, hvað eitthvað opinn og mikill heimsborgari. Já, ég náttúrulega ferðast við þá. Hvað sagði það? Nei, þetta er bara mismundi menninga heima. Já, þetta er rétt hjá Pétri þannig. Þetta er bara mismundi. Þetta er alveg rétt hjá þér. Hnauskirtur hérna í köflóttri skirtur. Já. Svo er það hér, það er jafn mikið magn af C-vítamíni í sæði og í appelsínu. Já. Þetta er það sem ég er búin að vera að segja við þær. Djók. Ég er búin að vera að segja, ég er búin að vera að predika þetta í gegnum. Þetta er eitthvað, við þurfum ekki að ræða þetta neitt meir. Svo er það næsta sem að ég hef sagt þess áður, en mér finnst hún bara svo mögnuð að ég næði ekki upp í þetta. Láta hann að fylgja með. Robert Downey Jr. var byrjað að reykja marihuana þegar hann var 6 ára. Nei. Já, sturlu staðrind. Hann opnaði sig í viðtala á dögunum. Spáði því, 6 ára gutti bara með kannabis hérna röltum. Hver var að selja hann? Nei, sko, hann hefur örugglega kannski reyktaði fyrsta skipti þá, en það er ekki eins og hann sé farin að reykja bara kannabis að staðaldri 6 ára. Nei, hann hefur kannski komist í það. Hann hefur komist kannski í grasið á pappa sínum einu sinni og svo aftur þegar hann var 10 ára fyrir slistni. Já, hann var ekki bara... Ég á 6 ára strák sem að, veist, sem er bara á trampolíni og hlaupandi á eftir bolta, sko. Ég sé hann ekkert fyrir mig bara bólu friðin inn í herbyggi, bara að horfa á Teletubbies, bara Pappi, þú er að sjá þetta, man? Nei, ég veit það. En hann alltaf, en sko það stendur að hann var byrjaður þá. En ekki fyrsta skipti, skilur við. Nei, ok, kannski þetta kæfta. Ég meina þú átt 6 ára gutta, sem betur fyrir hann ekki eins og Robert Downey Jr. Það er kannski aðeins betra uppeldi á þér. Já. Svo er það næsta, Bob Marley. Hann eignaðist 3 börn með 3 konum í sama mánuðinum. Nei. Já. 3 börn með 3 konum í sama mánuðinum? Bob Marley eignaðist 3 börn með 3 konum í sama mánuðinum. Og spáði, af því til Bob Marley, þá var allir bara, já, ok, skemmtilegt, eitthvað svona. Ef þetta var ég, þá var það bara djöfisins viðbjörður þessi drengum maður. Þetta er bara því að tónlistamenn einhvern veginn, þeir mega allt. Þú ert Bob Marley, þú ert búin að syngja No Woman, No Cry og eitthvað, það var bara bara það var það. Maður þarf að vera ansi hæfileikaríkur til þess að komast upp með það að vera fáið. Já, því að ef við ætlum að vera alveg hreinskilnir hérna, þá er þetta ógeðslegt. Það er bara hannig. Já, nema þær hafi vitað af þessu eða eitthvað Þær hafi vitað, hvað er plotta þetta, hvað er ekki leið með þið? Nei, ég veit ekki hvernig aðstæður voru hjá honum Bob. Nei, reyndar ekki heldur, og ég ber alveg virðingu fyrir Bob Marley, en mér finnst þetta skrítið. En samt, þú veist alveg hvernig þessi gæðir eru, þótt að Bob Marley bara hampreikjandi vittlisingur í Jamaica, sko. Astnaðist þess að semja 2-3 góð lög, og hvað, maður bara tollera hann alla daga. Þeir eru bara fáiðar, þótt þetta séu góði tónlist, ég meina, þú veist. Það er eitthvað deffar í svefnum í dag, ég fíla það. Hann er brjálaður. Er þú ekki 3 barna fæðir? Jú. Það er eitthvað tolleraði eitthvað? Já, ég ber enga virðingu fyrir Bob Marley.
Nei. Hvað ætti ég að bera virðingu fyrir honum? Þú getur borið virðingu fyrir hann sem tónlistamann. Já, vissulega. Já. Svo það síðasta styrlaða staðarinn dagsins. Þetta hafst mjög skemmtilegt. Þeir skulle passa ykkur þegar þið farið til Íran, strákar. Eða eitthvað leiðilegt þangað í sumafrí. Já. Ekki verið að taka hérna að gefa þumalinn eins og núna. Ef að mér myndi finnast eitthvað vel gert hjá þér, Pétur, þá get ég hent inn í þumalinn. Hei, vel gert. Þetta þýðir hoppað upp í raskataður í Íran. Nei. Þannig að sleppið þessu þar. Það alveg hreinlega. Þetta mjög gott að vita. Já, ef þið eru stödd í Íran, kæru hlustendur, ekki vera að gefa fólkinu þumalinn. Á maður það kannski gefa þeim bara miðfingurinn? Nei, ég hugsa að það sé líka bara það sama, en þetta eitthvað annað hjá þeim líka. Já. Bara veifaðu bara, hæ. Já, og líka akkur í anskotanum ætti maður að vera að veifa einhverjum Írana þegar maður þar í sumafrí. Okkur er maður að fara að hanga í sumafrí. Fyrir utan það. Nú er það búnar, hvaða styrla staðarind stóð upp úr í dag, strákar? Já, ég veit nú ekki fyrir mitt liti, en það sem stóð upp úr hjá honum Pétri vini minn, það er náttúrulega C-vítamín og sæði. Á Lebowski bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski bar. Taktu með eða borðaðu á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Er ekki komin tími á eina kalda? Súkkulaði mjólk frá MS. Ofurhljóðkerfi kynnir. Við elskum Volta, annað kvöld. Og við elskum Akureyri í Sjallanum föstudaginn langa. Partíið sjá plötusnúðarnir Óli Ofur, Bensól, Mr. Koelar og Oculus. Ekki missa hágæða danspartíi í hágæða hljóðkerfi frá Function One. Jarðaberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. Blandan mín og blandan þín, Egils malt og appelsín. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Páskadjammið er á Hressó frá miðvikudegi til sunnudags. Lifandi tónlist í bland við páskaeggjandi disco. Þetta kallar á Carlsberg léttöl. FM 957, Túborg léttöl og Lenovo kynna með stolti. Páskagleði í Listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Það eru Túborg léttöl og Lenovo sem farið þér páskagleðina laugardaginn 30. mars. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við sittum hérna þrír sem fyrr, ég, Sverrir Þór Sverrisson og Pétur Jóhann Sigfússon. Og það er komið að dagskrárlið sem er á miðvikudum og heitir Vonda Atið. Já, en svona fyrir þá sem að voru stillinn, þá er ekki miðvikudagur. Nei, það er þriðjudagur. Já. Bara þannig að það sé alveg á hreinu. Við erum alveg búin að koma inn á það. Þannig að menn sé ekki að reka í Rogastans heima og segja, hvað er miðvikudagur? Er þetta Pétur Jóhann Sigfússon með FM 95 Blö? Það er alltaf á miðvikudum. Já, en það Ég er í Rogastans hér. En það er líka nettu fimmtudagur. Af því að það er frý svo á fimmtudaginn, skilur. Já, ég minna, þetta er allt saman leikur að tölum orðum, sko. Já, en við ætlum að fara í Vonda Atið og, já, hverjir eru allir þrír að fara að keppa? Keppa, þetta er svo mikið keppni, þetta er bara bull. Þetta er bara stemmingin, sko. Já, triple penetration, Þú, Sveppi, þú varst komið með einhverja hugmynd, eða ekki, Sverrir? Já. Ok, þá byrjum við bara að Sveppanum. Já, byrjum við með. Pétur veit ekkert hvað ég er að fara að gera, sko. Nei, að vonandi hann hafi gaman að. Já, þetta er Vonda Atið. Ok, þú varst búin að segja mér þína pælingu. Þetta tengist mér, eða? Nei, þetta tengist þér ekkert. Það er símanum mínum. Þú verður samt að segja það núna. Á ég að segja það? Nei, hvað varst að fara að gera, Sveppi? Já, ég ætla að hringja út í bæ. Nó. Ég ætla að hringja í eina konu. Ok. Og Hringja út í bæ. Já, þú voru að segja hvað hún heitir. Já, hún heitir hérna Hekla. Ég ætla að hringja Heklu í Vonda símaatinu. Með flittón. Halló. Já, Hekla. Já. Hvernig ertu? Bara fín. Já, við erum búin að hafa svo miklar áhyggjur, einhverja ólgur. Ha? Skemmtilegt. Það er náttúrulega, er ekki bjarti tímar, maður. Ertu alveg fín, eða? Ég?
Já. Já, megum við búast við gosið eða eitthvað? Það er aldrei að vita. Já. Aldrei að vita hvað því húmóristumir kunni að vekja hjá mér. Já. Þannig að þú býður með gosið? Já. Eitt svona símtal í viðbót og þá kannski. Þá kannski gístu? Þá kannski byrja ég. Já, ok. Allt fyrir það. Já. Þetta var sannlega óþægilegasta símtal sem ég heilt bara í þessu þætti. Þetta er andlitið, það er allan mjög. Andlitið, ég sér þetta. Það perlar hann í sviti, þetta var svo óþægilegt. Maður strax bara, Maður lenda mörgu sinni í þessu. Já, þetta var ekkert fyrsta heklusímtali hennar, sko. Ói, hvað þetta var vond, maður. Þessi var æðið, maður. Já, sveppirinn var á kostum hérna í þessum dagskáli. Þú kemur mjög sterkur inn. Já, það er náttúrulega heklugos í vendum og þá er náttúrulega, þetta býður upp alveg endalaus grín, sko. Já, maður heyrði alveg á henni að þetta var mjög frumlegt og nýtt grín. Já, hún hafði ekki heyrt hennar á því. Ég hefði viljað vera með þetta, sko. Já, ég er með hérna eitt líka sem að er... Ég er pínur hræddur við það, en að því að það er að koma páskar, ég ætla að hringja hérna í kynlífsverslun sem er að selja svona egg. Það leika mér aðeins með það. Það er vond, maður. Páska, kynlífsegg. Netverslan á FK, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég ætla að aðtuga, nú er ég með hérna alltaf að versla fyrir konuna. Já. Er þið með svona egg? Já, við erum með eitthvað af þeim. Já, hvort er þið... Það er búið að fara hratt út, sko, ég á hérna... Já, þetta er fljótt að fara svona rétt fyrir páska. Jú, það er málið. Ég á hérna græna lit, hérna með fjárstýringu og eins líka án fjárstýringar. Er það góa eða? Nei, þú varst nú greinilega að ringja eitthvað vitlaust, sko. Þetta er hérna búð sem að selja svona leiktæki fyrir konur og menn. Allar að ringja í hérna góð. Já, ertu að tala um dótið og svona í þessu? Já, ég er að tala um dótið, sko, já. Já, mér er svo smálega sama hvað er inni en bara ef það er gott eggi. Já, fyrir konun er það ábyggilega gott, en hérna... Er það ekki? Hún alveg dýrkar þessi egg, sko. Nú. Já, hún og börnin. Já, ég held að þetta henti nú ekki börnum, sko. Þetta er nú bara fyrir fullorðið fólk. Þetta ekki þeirra hátíð? Já, bara sömuleiðis, vinnur. Takk og bless. Er þetta ekki fyrir börnin, eða? Þessi var bara alltaf læg. Þessi var fín. Þetta er svo mikilvægt í símaði. Þetta er allt undir hinnum aðlunum komið. Hvernig hún bregst við. Já, sömuleiðis, unnu minn. Þú sagði bara sömuleiðis. Er þetta ekki hátíð bandlara? Bara, já, bara þau að leika sem eitthvað. Jæja, Pétur, ætlar þú í eitthvað? Já. Já, hvað er ekki að? Marteinn, já. Ok, þetta verður þægilegt. Hvað segirðu? Ekki neitt. Það verður, hvað sagðirðu? Ég sagði ekki neitt. Þetta verður þægilegt. Þetta er gaman, maður. Jöfnveld að finna að gera eitthvað sem... Við áttum bolli alltaf eftir. Já, byrju. Hérna kemur það. Marteinn fyrir tilbúin. Já. Marteinn? Já. Er hann? Þú gerir nú örugglega Marteinn? Jú, byrju, hvernig ætlar að hengi? Startu upp, Marteinn. Marteinn? Er þetta Marteinn? Jú, hættir hann, já, sæll. Já, þú gerir nú örugglega Marteinn? Jú, það passar. Það ekki? Jú, já. Sæll. Ertu einn núna? Ég er með sýstu minni. Ertu með sýstuðinni? Já, niður kjallara. Ná, þú ert þá ekki einn núna? Nei. En þú gerir Marteinn? Já. Þú gerir Marteinn, eða ekki? Gerir Marteinn? Já. Jú, ég gerir Marteinn, jú. Hvað ertu búin að vera að gera einn upp á Siglastið? Hvað gerðu? Hvað hefur verið að gera einn upp á Siglastið? Já, hitt og þetta. Já, nefndu dæmi. Já, bannað. Er það bannað? Það er allt. Það er margt. Það er samt margt sem við gert einn. Já. Já, Marteinn. Heyrðu? Já. Marteinn? Já. Ágaman. Hvað segirðu? Það var gaman að spjalla við þig. Hvað segirðu? Það var gaman að spjalla við þig, Marteinn. Já, það var gott. Er það ok? Ok. Ég var allir að hlæja, maður. Ég var bara að grilla, maður. Þetta var eitthvað svo... Hann var alveg, já. Var alveg til. Ég skil ekki svona menn. Hann lendi alltaf á svona. Lendi alltaf á okkur. Hann var ekkert eitthvað, þetta var ekkert eitthvað... Nei, ég var með sýstir minni hérna. Þetta var ekkert djöðlegt að finna inn, maður. Það var ímislegt sem hann hefur verið að gera eitthvað. Hvað ertu búin að vera að gera? Já, það er Lindó.
Þetta alveg styggt. Bara að skuli nenn að taka þátt í þessum Þetta var lélegt. vonda atið og já, þetta var nú samt bara Við nokkuð stóðum skemmtilegt. okkur allir eins og hetjur. Já, það er bara þannig. Klukkan er kannski ekki alveg 5 en þið eru að hlusta hér á FM 95 Blu. Við sitjum hérna 3 vinirnir. Já, og heitur þessir. Heitur þessir og það er komið að dagskráralið sem er þriðjudagsliður og það er nú þriðjudagur í dag. Og hann heitir Talaði við símtal. En þetta hefur við aldrei gert 3 saman og ætlum að prófa það og fyrir ykkur sem hafa ekki heyrt þennan dagskráralið áður þá er hann nú ekki flókinn, við hringjum eitthvert og svo er eins og eitthvað sé svona inn á línunni. Já, nú erum við aldeilis að fara út fyrir þæginda ramman, við ætlum að gera þetta 3. Já, þannig að það eru basically 2 fastir á línunni hinum en ekki. Já, og þetta er eitthvað sem við gerum bara páska, sko. Þetta er páskadagskrá FM 95 Blu, eins og ég oft kom inn á. Og hvert ætlar að hringja? Ok, á ég að vera venjulegurinn sem er sem á bara símtali. Já. Ok, og þið eru fastur á línunni. Vittlisingarnir. Já. Þú ert svo góður í að vera venjulegur, veit ég. Já, enda er ég ótrúlega venjulegur maður. Já, nú allir gangur á því. Já, ég ætla að hringja hérna á fiskmarkað Grímseyjar. Það er ósk eftir starfsfólkjar. En það er ekki ekkt eitthvað svona. Það ekki? Jú. Ok, eru þið búin að ákveða eitthvað hvað ætla að segja? Ætla ég bara að bulla eitthvað? Já. Þetta er ekki bara 225. Bingo út. Bingo út. Bingo út. Já, bæði. Ætla að vera klámfengnir eða? Nei, klámfengið, sko. Það er svona the easy way out, sko. Aðdraðandi. Já, lesum bara upp að þessu blaði. Ríkistönd. Halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég er að hringja hérna vegna fiskmarkaðar. Já, herðu, Harpa Þóri er ekki við. Ok, ég ætla að hafa stóðun að hér að væri verið að óska eftir starfsfólki. Ég myndi bara að prófa að hringja. Er Harpa hana? Hvað segir þið? Ég er að reyna að ná í Harpu. Halló? Einar, það er einhver á línunni. Halló? Já. Fyrirgeðu? Já. Halló? Halló? Við hvernig er ég að tala? Ég var að reyna að ná í Harpu. Ég er að hringja hérna út af fiskmarkaðinum. Halló? Hæ? Þarna ertu. Hvernig lest í síman? Ég let ekki neitt í síman. Nú, ég var alltaf inn að tala við einhvern mann. Já, ég veit að hann er búin að vera að segja eitthvað hérna við mig líka. Ég bara veit ekkert hvað er í gangi. Hvað eru þið 2 þarna? Nei. Nú, hver var þetta þá? Ég veit það ekki. Það er bara búið að vera eitthvað rugglaðna, sko. Já, ok. En veistu hvað hann ætlar að taka marga af? Það liggur einhver þarna fyrir grunninum. Ertu hérna? Það er búið að klippa út suður. Hvað segirðu? Það er búið að klippa út suður. Hvað segirðu? Sveinagarðar@simnet.is. Það verður allir að halda kjafti, það er búið að klippa út suður. Er búið að klippa út, hvað segirðu? Hjónagarðar@gmail. Nú var það ekki Svein. Sveinagarðar. Nei, það er Hjónagarðar. Hvort er það Sveinagarðar eða Hjónagarðar? Sveina? Ó, fyrirgeðu. Halló? Sveina. Halló? Halló inn. Sveina. Hvað er í gangi? Halló út. Sveinagarðar. Samþykkt með breytingum. Er búið að breyta þig? Nei. Samþykkt með breytingum. Ok, Sveinagarðar hvað segir þau? Simnet.com .is Simnet.com Networking Lén. Hvað er í gangi? Nú er ég að tröfla það eitthvað? Nei, það er, þú veist, það er eitthvað einn á línunni, sko. Já, maðurinn sem var á hann. Já. Já, ok, ég hef ekkert heyrt í honum aftur. Hello, is anyone there? Þarna? Hvar? Hvað er í gangi, sko? Fyrirgeðu? Það verður allir að grjóthalda kjafti í kring. Hvað er í gangi? Hver er þetta? Hvað? Bjarni heiti ég. Harpa. Karen. Harpa komin, eða? Nei, ég heiti Karen. Og ég átti að senda tölvupóstinn á? Sveinagarðar. Já, Sveinagarðar@simnet.is. Simnet.is. Og konar á Bylgjur Ás. Á ég að senda bara þanga? 19,3. Hver er þetta? Já. Hver er þú? Herðu, þá bara, og þú heitir? Axel heiti ég. Hvað er stúlkan sem ég er að tala við? Ég er hér. Þarna ertu. Og þú heitir Karen, eða ekki? Er Axel kominn? Hvað er Axel? Axel er hér. Halló. Hver er Axel? Axel, það þarf að henda þessu beint í frumar. Ég ætla að tala þarna við Hörpu. Nei, ég heiti Karen. Já, er Harpa vantarlega eitthvað? Hver er Axel? Það er engin... Það er leið á, ég var að tala við hann að Hörpu þarna. Það er engin Karen hér. Á ég að leggja á? Vístu Karen hér? Engin Karen í þessu númeri. Nei, ég er systur Hörpu. Er Harpa komin? Nei. Sem þú varst að spyrja Hörpu, leið þú á? Ég var einn á undan. Á ég að leggja á? Hver er á línunni? Það er engin Karen hér. Vístu Karen hér? Hver er hjá þér? Axel. Ekki neitt, ég er að passa hérna litla frænda minn. Það er leggja og ég er að tala við hana Karin. Nú, fyrir ekki þá. Þá ætla ég ekki að vera Karin. Já. Harpa vantarlega. Hvað segir þið? Hvað segir ég? Ég var ekki að segja neitt. Það er engin Karen í þessu númeri. Nei, ég er systur Hörpu. Er Harpa komin? Nei.
Harpa og enga systur. Herðu, ok, takk hjalla. Já. Bye. Bye. Þetta hefði getað verið Ég veit það. Hvernig gati, yes. En hún var líka að byrja að stressast Ég Karen. Ég systir Erpu. Þetta var eitt með börn í kringu sig og stressa á henni. Þetta var talaði við símtal og hefnaði svona skemmtilega. Þetta er mjög skemmtilega. Þetta getur verið svo hressandi. Þetta er æði. Já, þú ert æði. Við erum öll alveg ruggluð. Nei, þið eru æði. Fáum okkur kaffi. Við á FM 957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustendum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við gætum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero. Ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu, ef þeir dæma hana Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Brostu til að gleðja sjálfan þig. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru ánægðustu viðskiptavinir olíufélagana 3. árið í röð samkvæmt íslensku ánægjuvoginni. Brostu aftur, aftur og aftur. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaltölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Burn hittar upp fyrir AK Extreme. Send inn flott myndband af þér á snjóbretti og þú getur unnið flug, gistingu og þátttökurétt á Burn Chip-mótinu á AK Extreme helgina 4. til 7. apríl í boði Burn. Taktu þátt á burn.is. Verða milljónirnar þínar í Víkingalottóinu. Potturinn stefnir í 1750 milljónir. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Ég dansa það af mér. Burn kynir Páskadjam í gamla kaupfélaginu Akranesi miðvikudagskvöldið fyrir skírdag. Framkoma FM plötusnúðanir Heiðar Austmann og Rikki G. Sértæki gestir og í fyrsta skipti í gamla kaupfélaginu Steindi Junior og Bert. Aðtugið 18 ára aldurstakmark. Láttu Burn kveikja í þér á miðvikudagskvöldið í gamla kaupfélaginu Akranesi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Sveifla á okkur strákunum. Næst síðasti þáttu fyrir páska. Minni á að við verðum með, 2 harða hér á morgun. Það verður eitthvað. Síðasti þáttur fyrir páska. Við sitjum hér ég, Sverrir Þór Sverrisson og Pétur Jón Sigfússon. Og það er komið að það sem við höfum ákveð að kalla páskakarókið. Ó, já. Easter Karaoke. Og þetta verður í fyrsta sinn sem að keppa 3 einstaklingar, en það er það bara við reynum að miða það bara við 2 mínútur núna. Það verður ekki meira, menn fá ekki meira. Við erum alltaf bara 2 mínútur. Og Sverrir Þór Sverrisson, hann er búinn að gera svo kokki að segja að ef hann fara að velja lagið sitt sjálfur, þá er hann eina sem að vefst fyrir honum hvað hann er að gera við vinningin. Já, verðlaunaféð. Já, verðlaunaféð. Við höfum eiginlega aldrei verið með neitt verðlaunaféð. Nei, við ætlum að byrja það núna, það er bara 1000 kallar mann. Er það? Já. Ég á enga 1000 kallar. Nei, þú græja það eitthvað. En vilt þú þá ekki bara byrja, Sverrir? Save the best for the last. Nú, viltu vera síðastur? Oh yeah, baby. Er það bara ég fyrst, svo Pétur og svo þú? Oh yeah. Ok, fyrsta er svona, ég ákvað að fara í rappið af því að við erum að keppa hér í páskakarókinu. Þetta er svona stærsta... Hvaða vitlýsingur er rappa, sko? Nei, það er náttúrulega akkurat mál. Ég verður til að sjá þig rappa þetta, Sverrir. Já,
sem ég að fara að rappa. Ekki orð frá þér, kæri Öddi Blöð, saman hvernig er. Öddi Blöð, sérfræðingur í rappi. Ég var til að sjá þér rappa Eminem. Ég ætla að henda mér það hérna. Ætlar að henda þér í Eminem? Já. Maður er allið núna því þetta er stærsta karaoke-keppni sem við höfum haldið hér í FM 95 Blöð. Þá þarf ég að velja með nýtt lag, þetta er rétt í öðru. Ég kom með lagið þitt hérna, það er allt tilbúið. En byrju... Hvað viltu breyta? Ætlar þú að rappa líka? Já, þetta er í hug. Ok, hugsaði allavega, þú ert næstur. Það er ekki mikið vesen á Pétur alltaf. Þú ekki bara valið að lag og staðið við það, maður? Mammaðinn er lag. Wow, þetta var þetta K.O. Mammaðinn er lag. Mammaðinn er lag, hann fór illa með þarna. Ok, er þið tilbúinir? Og þið, kæru hlustendur, þetta er lagið Lose Yourself með Eminem. Í flutningi Blöð. Já, í flutningi Blöð. Nú þarf fólk að hlusta og dæma í álfuru. Dæma í álfuru, því að það er fyrstur upp í 5 atkvæði hér eftir. Snýst þetta ekki hver syngur best? Jú, það er bara hver með besta flutningin. Ok, þá er ég rólegur. Ok, herru, en þið með ekki tala hérna því að lagið byrja strax, sko. Hann byrja að tala og hér er mitt framlag í karaoke-keppninni. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. Þetta var erfið en ég held, ég verða að viðurkenna það. Jesus! Mér fannst þess að ég væri stættur á tónleikum með Eminem. Þessi var helvítið góð. Djúvill var þetta ógeðslega erfitt, maður. Já, Pétur, komdu inn og taktu þitt lag. Nei, þetta var erfitt, maður. Mér finnst þetta eitthvað. Sveppi segir nú lítið hann hinum enn. Sveppi, sko, málið það. Hann er eitthvað voða keppnissvip á sig, maður. Já, hann er sko, hann er bara þannig daginn út á daginn uppfullur af sjálfum sér. Og ekkert inni fyrir því. Ert þú tilbúinn? Herru, ég ætla að taka hérna... Þetta var Auðun Blöndal með rappið. Ég ætla að taka hérna The Beatles. Ég ætla að taka Twist and Shout. Byrjum við? Já, byrja þetta maður. Læsilegt það, ég verð að gefa það. Því miður sáu hlustendur ekki kallinn hér í stúdíónu því að þú var 10 fyrir sviðframkom líka. Þú varst að dansast, nú er í ringi. Það var allt í þessu, maður. Ég segi bara eitt, Pétur, til hamingju með þennan flutning. Já, þetta var fagmannlega gert. Já, þetta var bara stórkostlegt. Þeir báðið tveir. Þá er komið að Sveppa sem að, ég vil meina að þetta verður nú bara eitthvað lapp í garðunum fyrir sig. Já, þetta er walk in the park. Walk in the park og... Sko, ég viðurkenna, sko, Pétur gæti sópað en atkvæðum að því hann er svo fyndinn og sniðugur, sko. Nei. Ekkert svona, hvað er svo voðalega að það er einhver í þér? Hlustendur eru fyrir löngu búnir að slá þá út af borðinu, sko. Já, ok. Hvað lag ætlar að taka? Ég ætla að taka karaoke-lagið mitt sem ég tek alltaf, en það heitir Son of a Preacher Man. Hvað sagðir þú? Við erum að gefa hana það, þetta var rándýrt. Var þetta gott? Já, þetta var mjög gott. Þú líka sko, munin á honum okkur, hann þurfti ekki eins og að horfa á skjáin. Nei, þetta er lagið hans. Já, þetta er bara karaoke-lagið hans, ég ætti að fara í eitthvað svona safe. Ég er fyrir löngu búinn að taka öll mín karaoke-lög. Já, ég skeita á mig sko, ég var alveg skelvilegur mér. Nei, rappi? Já, rappi og... Við skulum bara opna síman hér. Já, við ætlum að opna síman. Og það fyrstur upp í 3 atkvæði bara, því það er svo margir, það er bara 5. Það er bara fyrstur upp í 5. Fyrstur upp í 5, ok, 511-0957, þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. Við opnum hér fyrir síman. FM, góðan daginn, FM. Halló, ég kýr Sverrir Þór. Takk fyrir það. Það kemur nú ekki á óvart. Já, barnastjarnan. Ertu búinn að sjá alla myndirnar? Já. Já, gott að heyra maður. Takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að ringja, hvað heitirðu? Dagný, já, rosalega gaman að heyri þetta, Dagný. Já. Er Sveppi uppáldið þitt? Já. Takk fyrir það. Takk fyrir stíð. Og pappi, hann er nú gaman að mig líka, er það ekki? Jú. Öll fjölskyldan bara. Já, þetta er gaman að þessu. Hérna, skilaði hvað ég heim í gotið. Já. Gaman að heyri þér. Takk. Bye. Hann kom nú engum ávart að Sveppi skildi á þetta atkvæði til hamingju með Sveppi. 1-0. Allt undir fermingu, þar er Sveppi sterkur. Fáum hér næsta FM, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Hver var þitt atkvæð? Það er hann Pétur. Það er Pétur með bílana. Jú. Já, Twist and Shout. Auðvitað með, þú varst ömurlegur. Ég veit að mitt var skelvilegt. Nei, ég varst það mjög góð. Nei, ég er mikill Eminem aðdáandi og ég var það til skammar þarna. Ef Eminem verður dáinn þá hann snúið sér við í gröðinni. Nei, það kemur ekkert óvart að sé dáir eftir þennan flutning. En takk fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæðið maður. Ok, nör. Bye. Ég ætlaði í Aerosmith og ég hefði átt að gera. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Góðan daginn. Herru, það er Blöndal, það er ekkert öðruvísi. Herru, það er jafna keppnara. Ég er að fá eitt sympati. Er þetta Pitti? Nei.
Nei, alvörinu fannst þetta gott. Þetta bara langbæsta lagið. Þetta langbæsta lagið. Takk hérlega. Herru, býtu hvað, var ég ráðast á krakkan sem kaust þig hérna á hana? Nei, sorry. Nei. Takk hérlega fyrir að ringja út með frábæra smekk. Ok, nú bæ. Það er umrætt að ekki fengið neitt atkvæði. Munurinn á þeir sem kjósa mig, þeir eru allavega með smekk. Já, það er akkurat það sem var. FM. Góðan dag. Herru, það er Blöndal. Það er Blöndalinn, kom með fórskot hérna. Það kjafta þér í gangi. Þið er ánægð með þetta maður. Þetta er svaðalega. Ég hafði á tilfinningunni að þetta væri mjög vel gert verð. Ég er alltaf á tilfinningunni? Já, ég hafði einhverja tilfinningu fyrir því. Þú heyrðir þetta, þú varst hérna. Hvað heitir þú? Ég heiti Birgir. Birgir, takk hérlega fyrir að ringja og takk fyrir aðkvæðin. Já, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að vera til og bara takk fyrir páskana. Já, bara takk fyrir allt saman. Sveppurinn og brjálæður. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú? Já, það er Pétur. Það er Pétur. Komin í 2 atkvæði hérna. Það er 2-1 í þessu og Sverrir ekki sáttur hérna. Takk fyrir að ringja. Já, takk fyrir þetta, takk fyrir. Það er mikil spenna hér í páska karaokeinu, stærsta karaoke hérna ringa til. Hver fætt þitt atkvæðin? Herðu, þið voru allir svaðalega góðir, en það er hann Eva Pétur. Það er Pétur. Eva Pétur, Jóhann. Hann er komið fórskot. Jöfnvel er ég ánægður með þetta. En heyrðu. Og þetta er hverja? Þetta er í fyrsta skipti sem að koma. Heyrðu, má ég spyrja það einu? Já. Þú heyrðir okkur syngja. Já. Þú heyrðir að ég söng best. Herðu, hvað er að gerast hérna? Ég heyrði bara, það hlýtur bara að vera. Við erum bara að fara að Pétri, sko. Já, hann er að fá þetta að fyndna. Þetta var það gott, sko. Hvaða montpadda skreiði þér aðskattu þér? Þú hafði leikið einhverjum tendurinn söngleikið minna. Það er ekki út á söngsveppin minn. Það er bara því að þú ert vinsælt trúður. Verður ekki að þessu. Takk hérlega fyrir að ringja. Takk innilega fyrir. Ok, bye. Heldur þú sért orðin eitthvað Pavarotti að þú ert í feim og eitthvað svona gert það? Ef við ekki að hafa þetta upp í 3. Er þetta við 3? FM. Góðan daginn. Góðan daginn, jæja. Ég er að vera auðta. Anna, ekki þig. Hver er anskotanum? Þetta komur óvart. Þarna hérna, Sveppir þig gæta. Hvað heitir þú? Já, hvað heitir þú? Ágstrún. Hver er að tala í gegnum þig? Engin. Engin? Ok. Takk æðislega fyrir þetta. Hver píndi til að segja ötti? Bless. Já, svolítið. 3-1. Sástu, andlit á Sveppaðarinn, heyrðu þetta verið svona yngri kynnslóðinni, hann ljóma allir. Áfram þetta drasl. FM, góðan daginn, þannig 3-1, hver fætt þitt atkvæðin? Góðan daginn. Góðan daginn. Það kemur einhver pungur. Herru, ég ætla að gefa auðvitað samóra atkvæði. Þetta var alveg hryllingur. En bara ég vorkinni svo mikið og farið þetta fyrir lagavalið. Djöfislega snind, ég kom með 4 atkvæði, ég er einu frá sigri hérna, Sveppir 1 og Pétur 3. Já, þannig að þú ert að kjósa hann út að hann valdi svo gott lag. Já, ok, maður getur fengið stig fyrir það, flott að vita því. Flott. Ég er ánægð með, ég tek allt, takk hella. Ég tek öllu, ok, bæ. Haldur bara áfram að... Og þá er það, herru, maður getur unnið þetta, FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag. Hver fannst þér bestur? Það er Auðun. Það er sigur í hús. Akkur velur hann. Pétur, mennur að grjóta alltaf kæft í smástund. Það er bara svo að vera með einhver brjálængina. Tjóðlega veist það, ég hef aldrei elskaði þig jafn mikið Pétur. Þú fagnar þetta með kallinum. Hann fagnar Sveppir brjálæg. Hvað heitir þau? Katrín. Katrín, veist það, ég verð að þakka fyrir þetta maður. Akkur valdur þetta? Því að hún er kona. Hann er svo fallegur og Nei, en fannst ég greinlega bara bestu Sveppi. Pétur, má hún svara? Já, sorry. Akkur valdur þetta? Hann var svakalegur. Hann var ekki. Hvað, trúir þið ekki Sverrir? Nei, já, ég vil langa bara fá að vita, akkur var hann? Var hann svakalegur? Hann er full. Herru, Katrín, takk hérlega fyrir að ringja. Ok, bye. Við höfum alltaf að tjekka. Já, við tökum alltaf gamla góða ef og hefði sko, en þetta er náttúrulega búið. Hvernig hefðið þú kosið? Góðan dag. Góðan dag. Og ég laug með einn lítilli skrýtlu. Æ, maður sjáum, FM, góðan daginn. Hver er þið? Ötti, já, takk fyrir það. Ok. FM, hver er fengið þitt atkvæði? Hæ, hver er fengið þitt? Hver er fengið þitt atkvæði? Ég. Já, gaman að þessu. Þetta er komið og leika fóruð þannig. Auðun Blöndal fekk 5 atkvæði, Pétur Jóhann Sigfússon fekk 3 atkvæði og Sveppi fekk 1. Já, ok, þannig að þú séu verið til hamingi með það. Takk hjalla. Ég er mér finnst það frábært hjá þér. Winning is my fuel. Ok, og Pétur tekur annarsætti sem er gott. Ég er mér finnst bara gaman að hafa tekið þátt í þessu. Og mér finnst bara gaman líka að fá að vita núna hvað þetta snýst, þessi keppni. Ég hef aldrei séð svona fyrir það. Mér finnst bara gaman að fá að vita hvað þetta snýst. Þetta snýst greinlega ekki neina hæfileika. Hvað snýst þetta
Þetta snýst bara að velja eitthvað gott og þú syngur eitthvað M&M-lag sem alltaf á þessari stöð. Allt í þessu helvitis rappi og drasli. Þau eru sungið eitthvað með Beyoncé Knowles og Justin Bieber. Beyoncé Knowles? Þau eru raula Bieber, það var unnið. En það er sem ég tók. Það var aldrei verið á þessari stöð. Svo eitt í lokinsveppi, þú mátt ekki gleyma því. Í karaoke, þér er velunað fyrir að taka áhættu. Ég tók áhættu. Þú tókst einhver safe, þú ert ekki að horfa á skjáin. Ég held bara að ég var að keppa í söng. Men þú varst að keppa í karaoke og þú tapaði, bróður. Já, kæru hlustendur, þá bara rústa. Við ætlum að fara hér í östuð skilabóð, Sveppi, hefma muffin and a pancake, slaka þess á meðan við fyrir með auðlýsingar, svo fáum við góða gesti hér í stúdíu. Fermingaleikur FM 957 og Kringlunar. FM hvetur alla fermingakrakkan til að skemmta sig með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Ef þú ert fæddið að fæddur árið 1999 getur þú fyllt út þátttökuseðil og skilað í þjónustuborg Kringlunar fyrir klukkan 13 laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni útsendingu frá Kringlunni og býður upp á frábæra dagskrá. Framkoma Friðrik Dór og Lalli Töframæður ásamt því að við munum segja frá útsölu sprengju aldarinnar sem verður aðeins í gangi í klukkutíma. Taktu þátt og skemmtur með okkur í Kringlunni. Þú gætur unnið eftirfarandi vinninga: iPad mini frá iStore, Beats by Dr. Dre heyrnartól frá Vodafone, 50.000 króna gjafabréf frá Noland, Timberland Yellow Boots frá Timberland, Diesel eða DKNY úr frá Meba Rhodium eða 50.000 króna gjafabréf frá Gallery 17. FM 957 og Kringlan verða í sannkölluðu fermingafjöri laugardaginn 30. mars frá 1 til 4. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið er endalaust. Kringlan, af öllu hjarta. Sumir segja, bestu bitaður í bænum. Kjúklingastaðurinn, Suðurveri. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Og verðlaunin hlýtur Vísir.is. Takk. Já, ég er að fá að þakka dómnefndinni, einfaldri framsetningu, færri flettingum, þægilegu og myndröfnu viðmóti. Bíddu, ég er ekki búinn. Ég vil þakka öllum fersku fréttunum, aðþrýingunni, fjölbreyttu efnisvalinu, sportinu, lífinu, skoðurinni, viðskiptunum. Og mamma, takk! Mamma, ég elska þig, þetta er fyrir þig! Afþreying, fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrætt viðmót og færri flettingar. Þess vegna er Vísir.is fréttavefur ársins. Páskadjammið er á Hressó frá miðvikudegi til sunnudags. Lifandi tónlist í bland við páskaeggjandi disco. Þetta kallar á Carlsberg Léttöl. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 blöð. Já, Sverrir Þór Sverrisson, Pétur Jóhann Sigfússon og tveir góðir gestir mættir hér í stúdíóið. Koma hér beint frá Efstaleiti, Haukur Harðarsson og Edda Sif Pálsdóttir, verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir það, alltaf gott að koma ykkar. Já, þetta er eðal stúdíó til að koma í. Já, klart mál. Hvernig hafið þið það? Við erum hress, við erum búin að vera fullir bara að taka upp skólarhausti og... Já, búin að ferðast landið? Já, algjörlega, við fórum á Egilsstaði og Akureyri og fengum svo krakka Vestan og Suðurlandi og Vesturlandinu hérna í Reykjavík, náttúrulega alla krakkarnir í Reykjavík. Já. Þannig að við erum búin að vera að vinna með alveg ótrúlega miklu magni af skemmtilegum krökkum og... Hvar á landinu eru svona öflugustu krakkarnir? Vestfirðirnir eru náttúrulega að segja. Já, myndir halda sko að sveitakrakkarnir væru hraustari en þau eru náttúrulega það. Þetta er Keflavík sko. Þetta er Keflavík? Það er alveg svara sko. Er það málið? Það er málið, ég veit ekki alveg hvað það er sko. Það er einhverju mjög öflugir íþróttakennarar þar og krakkarnir eru bara... Það er náttúrulega mikill íþróttabæri líka. Já. En þeir hafa unnið núna undanfarin ár og eru bara drullu góðir. Ok, drullu góðir. Þetta er sem skólarhreisti. Skólarhreisti. Og það er fyrir krakka á aldrinum hvað? 13-16? 9-10 bekkur. Já.
Þetta var ekki þegar við vorum, þetta er eitthvað nýtt á nálinn. Þetta er svolítið svona tekið við að skrekk, finnst mér, eða þú veist, nema þetta fyrir all landi, sko. Þannig að það myndast mjög skemmtileg stemning í þessu. Já, þetta er líka bara hvetur krakka vitleysingar til að þess að hreyfa sig og hífa sig upp og... Svo er sæti í úrslitunum í Laugardalshöll sem eru beinni 2. maí í boði fyrir skólan sem vinnur. En fyrst það er búið að taka allt upp núna, vitið þið þá hverju að fara í úrslitið? Já, við vitum hverju fara í úrslitið, en þau svo er náttúrulega alltaf spennandi í beinni útsendingu, en við erum búin að upplifa sko fáránlegt Íslandsmet. Við kallum alltaf svona eins og NBA kalla meistarna heimsmeistara. Já. Við segjum bara þessi Íslandsmet í arbegjum og hreistagreip og í svarna grantfélagar er alveg brjálaði með það sko. Þeir segja að steiga þetta allt saman. Já, þeir eru náttúrulega grjótharðir. Klárlega sko. En allavega í þessum flokki þá í svona hreistagreip það er svona grein sem það hangir í. Já, þú átt bara að hanga og gera ekki neitt. Miklu erfiðar. Gemur ekki óvart að sé einhver frá Sauðárkróki sem á metið þar. Ég var alltaf mikið í því þegar ég var á Sauðárkróki að hanga bara. Já. Klassískt grín. Orðagrí. Já, sérstaklega fyrir sveppa. Þetta hendaði mér mjög vel. Það var sett heimsmetið því, eða ekki? Það var sett heimsmetið því, ég get alveg trúið því. Já. 11 mínútur og 8 sekúndur. Vá. 11 mínútur. Já, hún rústaði þessu sko. Gamla metið var 6:28 og það verður enginn komist nærri því neitt bara í síðustu keppnum. Hvernig er þetta hangað í 11 mínútum? En hún var líka með góða aðferð sko. Hún var búin að hanga alltaf hverjum degi í 6 mínútur bara heima á sér. Á slá, það er að segja, ekki hanga bara. Og kreista bolta, þannig að hún var náttúrulega handsterk. Það er bara sérstaklega fyrir þetta? Já. Var hún Keflavík? Nei, hún er Njarðvík. Njarðvík, já. Já, ég minna frá Suðurnesum. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað í vatninu á Suðurnesum. Og náttúrulega keppniskapið, þekkja út úr körfunni, veit ég. Já. Það er líka bara mjög gaman að sjá, sko, það er fullt af skólum sem maður vissi ekki eins og verið til og eru kannski bara 14 krakkar í öllum skólanum, en eru samt með liði skólaristi með 4. Já, það er ekki öflugum krökkum, sko. Og hvernig byrjar þátturinn? Herru, hann er klukkan 8 í kvöld. Fyrsti þáttur í kvöld? Ok. Og það er með þess að frendi ykkar, Steindi Junior, keppir við Unni Eggertsdóttur í brautinni. Það var mjög skemmtilegt. Já, það er nú bara þess virði að stilla inn til að sjá Steindi Junior hreyfa sig. Já, það var rúf klukkan 8 í kvöld og Steindi er hann reynir að hrinda Unni í... Já, líka svo fyndið, sko, Steindi segist að vera eitthvað gamall landsliðsmaður í fótbolti. Ég sé það bara ekki fyrir mig því að hann á, sko, erfitt með að lappa upp tröppur í dag. En hann kemur óvart, sko, hann Helviti á hann, sko, hann er náttúrulega frábær drengur, en ég held að hann væri ekki í íþróttamaður. Nei. Hann kemur og... Þetta kemur Pétur ekki á orð, sýnist mér. Nei, ég hef alltaf haft á tilfinningunni að hann er svo mikill bóli, sko. Já. Hann er hraustur reyndar, já, hann er mjög hraustur. Það snýst mikið um að vera sko andlega svona rétt stiltur og hann var svona andlega í mjög góðu jafnvægi. Já, nývaknaður, þetta var 12 sem við tókum þetta upp. Þá heitir maður best á hann. Já, nývaknaður á hátegi. Þú fórst í þetta í fyrra, er þetta ekki erfiðar þessi braut þegar hún bjóst við? Miklu, ég sko bara þurfti til að æla eftir þetta og ég er nú alveg ágættu standið sko. Þetta er hrikalega erfitt. Þetta er hvað, klifur upp kaðal? Já, þetta er að háa bara, ég var með Vilhelm Naglbít. Já, Vilhelm Naglbít, ekki Simma Jóa Simma. Nei, hann keppniskap í honum. Já, þú sem sagt byrjar á því að fara í gegnum svona dekk og alltaf mjög mikið dekk sem er ótrúlega vandræðilegt fyrir flesta sko, en krakkarnir þjóti gegnum þetta flestir. Bara svona apastiga, upp 6 metra turn, lyfta steinum og pókum og svo í lokin, þú sippar svo kaðat í lokin sem er erfiðast. Ég komst ekki upp hann. Þetta er mjög erfitt hann. Klifur kaðal? Já. Og þarf maður svo að enda inn í einhverjum bíl? Jú, það er skella einhverju Toyota Yaris björn. Það er mjög létt, þú sest bara í bílinn og skellir hurðinni. Þú er góður í því, Pétur. Sumir dekka svona fram á flautunum. Mér finnst það svona skemmtilegast, vera inn í bílnum og ef það væri lyklar í hún og myndi ég keyra á honum í gegnum allt það lítið strasli. En við hvetjum alla til þess að horfa á skólarhesti í kvöld, klukkan 8. Hvaða skólar eru í kvöld? Í kvöld eru skólar af Austurlandi og Suðurlandi. Og svo Steindi Junior og Unnur Eggerts, þannig að endilega tekja því. Alltaf gaman að fá okkur í heimsókn. Það er alltaf gott að vera hérna. Það er bara að hafa það sem allra best. Það er yndislegir. Þið með vera hérna með ykkur aldrei 6. Það væri snill. Eina sem er eftir endur er lagi á leiðinni heim. Það er hér eftir örskamastund. Ég má ekki segja en... Heyrðu? Já, menn við erum eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Já. Það er hér réttnandi á hotnið og við Pétur ákvæðum að leyfa Sveppa að velja lagi á leiðinni heim í dag. Hann var svo reiður. Já, hann var svo reiður eftir karaoke og við vildum svona róa hann aðeins niður. Mér fannst sko þú syngja best. Já, við hrósuðu því lítið á hann, Sveppi, þú söngst ekkert smá vel í karaoke. Mér fannst þitt best, sko. Sveið mig það, mér fannst það bara best líka. Son of a preacher man. Söngstu það rosalega. Alveg satt. Ef ég ætti að vera Randy Jackson í Idol, Sveppi, þá myndi ég samt segja, veist, ok, you're in it to win it. Nei, það hefði ég sagt við, veist, you know, það var allt í, you're pitch perfect, you win key,
á þessu stíi í keppninni, þá þarfst að fara að taka sjensa. Og þú tókst enga sjensa. Það var allt að segja því þér. En áður við kveðjum þá ætlum ég að minna á að Valdimar og Biggi Hilmars eru í Edruhöllinni í kvöld og það er sem sagt tónleikaröðin kaffi, kökur og rock og roll og er þetta í S.A.A. húsinu í Efstaleiti 7. Þannig að nú er að gera að fara og styrkja gott málefni. Það kostar ekki nema 500 kall inn og það eru kaffi og kökur og ég veit ekki hvað og hvað. Og þeir sem vilja ekki styrkja gott málefni, þeir geta farið á föstudaginn langa að sjá Villa Naglbít í 200.000 naglbítum. Já. Þeir eru með tónleika. Það er líka alveg fínt með málefni. Hann baði þeim að plugga í. Já. Tónleika með þeim í Hofi. Það er þetta ekki. Á Akureyri, með páskana. Klikka sko. Maður ætti bara að fara á norður. Það er ekki vitlaust maður. Allt að gerast strákar, það er búið að vera sannur heiður að vera með ykkur báðum hér í dag. Virkilega gaman, eins og alltaf. Ég minni á þáttin á morgun, þá voru það 2 harðir frá 4 til 6 síðasti þáttur fyrir páska. Takk kærlega fyrir hlustunin í dag. Sveppi, þú átt lagi á leiðin heim, viltu ekki kynna það einn svona? Hvað býtu þið aðeins? Hvað meinið þið með því 2 harðir? Hvað eru það að tala um með því? Bara, þú veist, við séum harðir. Kæru hlustendur, þetta er lagi Karma Police með Radiohead. Takk fyrir daginn. Gleðilega páska. Gleðilega páska, strákar. Já, maður, og gleðilegt sumar. Hafið það gott páskana, strákar, ég segi ekki hana. Sömulegis. Og þið, kæru hlustendur, ég heyri ykkur á morgun vonandi. Sveppi, viltu samt ekki óska mig til hamingju með sigurinn í karaokeinu? Verið sæl. Ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Páskadjammið er á Hressó frá miðvikudegi til sunnudags. Lifandi tónlist í bland við páskaeggjandi diskó. Þetta kallar á Carlsberg léttöl. Það er alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst er frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1.